tímaútreikningar þegar við erum að reikna eitthvað tengt tíma. Þá getum við verið að reikna til dæmis hvað líður langur tími frá því eitthvað byrjar og þangað til því lýkur, til dæmis flugferð eða aksturstími eða lengd á bíómynd eða eitthvað álíka. Og við skulum ímynda okkur bara sem dæmi að við leggjum að stað eitthvert 14:38 og við erum komin þangað 17:12. Það getur verið pínu snúið að reikna þetta, ég get farið að mínusa hérna, en þar sem að eiginlega, en mér finnst þægilegast að gera til þess að koma í veg fyrir allan rugling, að það að ég reikna hérna frá 14:38 til 15:00, þá líða 22 mínútur. Frá 15:00 til 16:00 líða 60 mínútur eða 1 klukkutími og frá 16:00 til 17:00 líða aftur 60 mínútur og frá 17:00 til 17:12 líða 12 mínútur. Svo legg ég þetta saman og þið sjáið að þetta eru 120, 130, 140, 154 mínútur sem 1 klukkustund og 34 mínútur. Þetta rétt rúmlega, þetta átt að vera 2 klukkustundir. Þetta rétt rúmlega 2,5 klukkustund. Því við þurfum líka átt okkur á því að við erum ekki að vinna út frá grunntölunni 100 hérna. Því það eru 60 mínútur í 1 klukkustund og 60 sekúndur í 1 mínútu. Af hverju notum við töluna 60? Jú, í Arabíu þá byrjuðu menn mjög snemma að skipta hlutum í 60 parta, einfaldlega vegna þess að það engin tveggjastafa tala sem hefur eins marga deila, sem þetta skipta upp í eins marga jafn stóra parta án þess að lenda með afgang, eins og talan 60. Það auðvelt að skipta þessu upp í 1 hálfan, 1 þriðja, 1 fjórða, 1 fimmta, 1 sjötta og svo framvegis. Þannig að það hægt að skipta þessu upp í á marga mismunandi vegu. Við getum líka verið að pæli hvað eru 132 mínútur margar klukkustundir. Þá deilum við með 60, þetta eru mínútur. Þá deilum við með 60 mínútum, af því það eru 60 mínútur í klukkustund. Og þá fáum við að þetta eru 2 klukkustundir og 12 mínútur. 12 mínútur eru 1/5 úr klukkustund. Þannig að þá fáum við 2,2 klukkustundir. Eins ef ég að breyta klukkustundum í mínútur, þú veist, ef ég ætti að breyta, skipta 2,2 klukkustundir í mínútur, þá ger ég bara sinnum 60 og þá fæ ég út að þetta er 132 mínútur. Þetta virkar í báðar áttir. Síðan get ég þurft að vinna með tímabelti og heiminum er skipt upp í tímabelti. Vill svo skemmtilega til að við erum á 0 tímabeltinu, þegar að sé að það sem kallað er GMT, Greenwich Mean Time, fer í gegnum Greenwich í London. En í raun erum við örlítið vestan við, örlítið vinstra megin við. Við smiklum okkur svona með í þetta tímabelti einfaldlega vegna þess að ef við gerðum það ekki, þá værum við 1 í tímabelti. En síðan þurfum við að bæta við hérna megin og draga frá hérna megin. Einfaldlega vegna þess að dagurinn byrjar hér, svo gengur hann svona yfir. Þannig að þegar klukkan er 12 á hádegi okkur, þá er hún búin að vera 12 á hádegi hér. Hún er orðin meira, þess vegna bætum við í þessa átt, endurögum frá í þessa átt, hún á eftir að verða 12 hér, hún er sem sagt minna. Þannig að ef ég fer 6 tíma til hliðar í báðar áttir, hún er 12 á hádegi hjá okkur, þá eru 6 tímar síðan hún var 12 á hádegi hér, hún er sem sagt orðin 6 eftir hádegi, en hér eru 12 tímar í að það verði hádegi, þannig að þá er hún 6
morguninn.